Bjartvinsdóttir, áhugaleikona og heiðursfélagi Leikfélags Akureyrar, fæddist 16. júní 1915 á Stóra Eyrarlandi á Akureyri, sem þá var torfbær. Hún var mjög virk í listalífi Akureyrar, lék með leikfélaginu, söng ein og í kórum, tók ljósmyndir, dansaði og fleira. Hún hóf skólagöngu sína í gamla barnaskólanum og lauk svo gagnfræðiprófi vorið 1931. Hún giftist Ágústi Berg 1934 og saman eiga þau 2 börn. Árið 2002 tók Hreiðar Jónsson viðtal við Björgu sem við ætlum að spila nokkur brot úr hér í tilefni af 100 ára afmæli Bjargar. Viðtalið í heild sinni klukkutími en við höfum hér tekið saman nokkur brot varða listaferil Bjargar. Ég byrjaði mjög snemma að syngja því að ég man eftir því alltaf heima í baðstofunni. Það sungu allir og spiluðu. Finnur, bróðir minn, spilaði á fiðlu og systir mín á harmoníku og ég söng hæst af öllum og elsta systir mín hrópaði alltaf í Guðs bænum þegiðu Björg. Af því ég söng, ég hafði svo hátt, alveg frá því að pínlítið. Þú byrjar svo snemma á því að taka þátt í söngskemmtunum og... Já, ég var í barnaskólan, ég var náttúrulega í kór í barnaskólanum, eins og allir krakkarnir hjá Áskil Snorrasyni, hann kenndi þá í barnaskólanum. Og svo var ég í sunnudagsskóla hjá Gúrk, söng þar alltaf í litlum barnakór hjá honum. Og alveg frá því ég var bara 5-6 ára þegar ég byrjaði þar, en svo þegar ég var 9 ára, þá vorum við fengnar nokkrar stúlkur sem að gátu sungið, Áskell vísaði á okkur og fengnar til þess að taka þátt í söngleik fyrir ungmennafélagið. Þeir voru nú að reyna að vinna sér peninga, vant alltaf peninga. Og settu upp söngleikinn Gleðilegt sumar og þetta hefur verið hvað 1924 eða 5 sem að þetta var og þetta ákaflega skemmtilegur lítill söngleikur og það þarna 8 stúlkur sem að syngja, þær syngja sólóar og þær syngja saman og þær dansa, ótal dansa og leika sem sagt blóm, hver þeirra eitthvað sérstakt blóm. Og svo kemur veturinn og gerir þeim lífið leitt. Og það var frægur maður sem leist það? Og það var, já, það var nú aldeilis frægur maður, Vilhjálmur Þórð, sem þá var kaupfélagsstjóri. Mikill maður í bænum og hann lék veturinn og herjaði á okkur. En hvenær byrjaði svona að vera með svona þessum kallaði svona næstu því professional kórum, svona alvöru kórum? Það var nú náttúrulega, ég var alltaf í einhverjum kórum, það voru alltaf einhverjum barnakórar, en svo var það... Var það ekki kantutokórin eða eitthvað? Var það kantutokórin eða var það sérna? Já, ég byrjaði í kantutokórnum eiginlega á undan kirkjukórnum, því að kirkjukórin var náttúrulega mín aðalkór sem ég var í, bara alla ævina eiginlega. Í kantutokórnum söng ég náttúrulega allan tíman þangað til að hann hætti. Ég held að það bara verið 25 ár. Og þú varst þarna sólóisti líka? Já, ég söng stundum sólóar og það voru svo margir þarna sólóistar. Það var duglegt fólk og það alveg einkenni bara fyrir Akureyri hvað til mikið af góðu söngfólki. Alveg hreint makalaust. Þetta hlýtur að vera í genunum eins og sér. En þegar kantutokórin leggur upp laupana, þú heldur það bara áfram í kirkjukórnum? Já, ég var áfram í kirkjukórnum. Voru fleiri kórar þá? Nei, ég var nú ekki fleiri kórar þá því ég var upptekinn í leikfélaginu. Ég var alltaf hlaupandi á milli alveg á eilífu spýttin og svo var ég að koma börnunum mínum í gegnum skóla og menntun og hafði nóg að gera og vann úti alla daga frá morgni til kvölds. Segð mér eitt, þú lærðir aldrei söng? Jú, reyndar lærði ég söng. Nú ein af mínum gömlu vinkonum var Ingibjörg Steingrímsdóttir, ein af Steingrímssystrunum sem kallaðar voru oft. Og þær voru allar svona afskaplega
elskar, þær voru bara listakonur allar saman, þær sungu og léku og spiluðu og voru íþróttakonur líka. En tók hún því í tíma, hún Ingibjörg? Hún kenndi mér. Hún var orðin kennari hjá tónlistarskólanum og hún kenndi mér. Þá var hún búin að læra og hún búin að fara og læra og hún kenndi mér svo lítið en aðalega var það nú svo auðvitað söngstjórarnir kenndi mann alltaf ef maður var eitthvað að syngja sóló og svona þá æfðu þeir okkur en svo fór ég í tíma til Sigurðar Demens. Hann kom hérna seinna mér. Það var þegar að ég ásamt fleirum tókum upp á því að stofna kvennakór. Okkur fannst nefnilega svo, það var engin, eftir að kantortukórinn hætti, þá var engin almennilega blandað kór. Og okkur fannst það bara alveg ómögulegt og svo við tókum okkur til og stofnuðum þá bara kvennakór því karlakórarnir vildu náttúrulega ekki hafa með okkur. Og við stofnuðum Gíuna, kvennakórinn Gían. Þegar ég var flutt þarna með börnin mín til pabba og mömmu upp á loftið, þá vann ég áfram náttúrulega hjá bænum og Jón Norður var þá ritari, bæjarritari eða ykkur svoleiðis og allur, hann var náttúrulega númer 1 í leiklistinni þá og hann plataði mig til þess að fara að leika og það var út af því að á síðustu stundu þá veiktist aðalleikkona þeirra, Margrét Kondrup. Hún átti að leika þarna og það kom eitthvað fyrir hann og þau voru alveg í vandræðum og Jón hann hætti ekki fyrir heldur en hann fékk pabba og mömmu til þess að hjálpa mér því þau þurftu náttúrulega að hjálpa mér með krakkana ef ég átti að gera þetta. Og ég var drifin í að leika þarna, það franska ævintýri held ég hafi verið. Já, það er veturinn 1943, 1943, franska ævintýri. Og fékk strax góða dóma fyrir það? Já, ég fékk það og það var þetta til þess að eftir það var bara alltaf alveg, ég bara slapp ekki aftur. Nei. Ég var bara, hvenær því mögulega gat, þá var alltaf verið að kalla í mig og biðja mig að hjálpa þeim og til að gera þetta bara. Og síðan tekur þú bara þátt næstu, hvað, 20-30 ári? 30 ári, já, það er alveg sagt. Já, hann segir mér nú Haraldur Sigurðsson bankgjaldkeri sem er nú fróðastur manna leiklist. Jú. Að þú hefur aldrei fengið slæma dóma. Og manni finnst það nú alveg eitt. Nei, það getur vel verið. Hann veit þetta alveg hund. Stundum var maður svo nervus sem maður þorði ekki að lesa dóman einu sinni. Af því að En svo hérna er leikrit hérna sem þú hérna leikur, fær mjög góða dóma fyrir, það er Gasljós. Já. Sem er talið eitt albesta hlutverk og fekk mjög góða dóma. Getur sagt eitthvað svolítið um þetta? Já, ég kom á til Jóhanni Ögmundsssyni. Já. Ég lék líka á móti Jóhanni Ögmundsssyni, það var okkar hlutverk, voru stór í Bláa kápunni, sungu mikið saman þar. Dúetta og allt mögulegt. Ágúst Kvaran, getur þú lýst þessari persónu fyrir mér svolítið? Hann var náttúrulega sérstakur maður, ákaflega kultiveraður og mjög vel að sér. Hann var náttúrulega þaulvanur leikari sjálfur og afskaplega strangur og vandvirkur og það þýddi ekkert að vera ætla sér að komast svona létt út úr neinu hjá honum. Maður varð að sýna allt sem maður gat alveg í botn. Og hann sagði líka mjög vel til, hann hjálpaði manni mikið. En sumum fannst hann alltaf strangur og fannst hann, þoldi þetta bara ekki. Mér fannst það gott, af því ég vildi læra meira og ég fann það náttúrulega að það væri nauðsynlegt að fá tilsögn. Hvað er nú þitt hlutverk sem að þér finnst þetta vænst eða svona, þegar þú rættir huga reika?
eitthvað sérstakt sem að þú svona staldrar við? Nei, ég hef oft verið spurð að þessu. Og sannleika sagt þá þykir manni vænst það hlutverk sem maður að vinna við. Og leggur því að ég þurfti sko alltaf að leggja allt bæði líkam og sál í. Ég hafði ekki tæknina sem að margir hafa. Ég var það bara að nota náttúrugáfurnar og þegar maður leggur allt sem maður getur og sem maður á til í þetta þá bara það sem maður að gera þá stundina að það maður upp að halda. Nú segir Haraldur Sigurðsson að þú hafi verið einn alfljótur til að læra hlutina. Þú var venjulega á öðrum lestri varstu búin að læra hlutverki. Já, þetta var mjög mikið grín alltaf þegar við vorum að koma saman á æfingar og fyrstu æfingarnar og þá var, þú veist hvernig það og þá fær maður að vera með rulluna og lesa blaðinu upp og svona. Og strákarnir voru yfirleitt svo ofboðslega lengi að læra að þyrfti að vera með bókina með fyrstu 10 æfingar kannski. En ég virðist hafa verið svona óskaplega fljót að læra að þegar ég var búin að fara tvisvar yfir á æfingu að þá var þetta komið einhvern veginn inn í kollina mér. Mér langar til að spyrja þig Björg á þínum yngri árum í sambandi við skemmtanir ýmsar. Dansleiki og þegar þú byrjaði að fara á dans, ung kona? Já, ég var alveg ofboðslegt dansfífl. Það var nú svo gaman, ég var að segja þér áðan, það var svo gaman heima í baðstofunni litlu heima á Erlandi. Mamma mín, hún hafði yndislega fallega söngrödd og hún söng og kenndi okkur allt mögulegt að syngja og spila. Og systkinin spiluðu og við sungum og svo kendi hún okkur að dansa. Hún kendi okkur ræl og polka og allt mögulegt svona gömlu dansana, svoleiðis að ég var alveg spesialist í þeim. Svo þegar ég fór að fara, ég fór nú ekki á dansleiki fyrir en ég var komin í gagnfræðaskólann og þá var nú hlaupið bara út í skóla og þegar það var ball þar, þá fékk ég að fara þangað og þá var ég svo fljót að læra að dansa. Að meira sé að það var þarna Agnar danskennari og ég man ekki hver svona hann var. Hann dansaði við mig til þess að sýna hinum krökkunum hvernig ætti að dansa. Ég var á montina því. Þú lítur svo yndislega vel út að það nú alveg með ólíkindum. Ég var nú bara 10-20 ár eftir í söng. Segðu þetta ekki, ég þakka nú kærlega fyrir. Ég fá ár núna af því ég á 12 langömmubörn í Reykjavík sem ég þarf endilega og eitt að koma í viðbót. Ég þarf að fylgjast með þessum litlu ungum, þau eru alveg yndisleg. Og svo ég náttúrulega þessu yndislegu barnabörn sem eiga þessu litlu börn. Og ég þakka til að vera hjá þeim. Hægt verður að nálgast viðtal Hreiðars Jónssonar við Björgu í heild sinni á heimasíðu okkar n4.is.